Góðir áheyrendur, ég býð ykkur velkomin til þessarar haustmálstofu Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands, en hún ber aðalyfirskriftina Hvað í deiglunni? Og á þessari málstofu munum við kennararnir kynna þær rannsóknir sem við vinnum að einmitt þessa stundina. Ég heiti Sólveig Anna Bóasdóttir og erindi mitt nefnist siðferðileg gildi og hugsjónir í loka yfirlýsingu ráðstefnunnar Trú í þágu náttúrunnar eða á ensku Faith for Nature. Faith for Nature heiti á alþjóðlegri ráðstefnu sem stóð yfir dagana 5. til 8. október síðastliðinn. Upphaflega átti ráðstefnan að vera hefðbundin og von var á fjölda manns frá öllum heimshornum til þátttöku. Úr því varð auðvitað ekki. Heimsfaraldur kom til skjalanna og skipuleggjendur ráðstefnunar færðu sig alfarið yfir á netið eða svo gott sem. Öllu var síðan stjórnað frá Skálholti með miklum glæsibrag. Nú forsenda þessa verkefnis má segja að sé viðurkenning á mikilvægi sjálfbærrar þróunar. Hugtakið sjálfbær þróun þarf tæpast að útskýra, en það snýst að íbúar jarðarinnar á hverjum tíma ógni ekki velferð þeirra kynslóða sem á eftir koma með neyslu sinni. Sjálfbær þróun þá orð yfir breytni og lýsir því þegar heimsbúar taka ekki meira en svo af gæðum jarðar fyrir sjálfa sig en svo að nóg verði til skiptana fyrir framtíða kynslóðir. Þannig að þeir sem að nú lifa breyta þá svo með velferð afkomenda þeirra í huga. Þá höfum við sjálfbæra þróun. Nú eitt af því mikilvægasta sem segja má Faith for Nature að hún var aðgerðamiðuð. Leiðarljós hennar voru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en þau eru 17 talsins. Heimsmarkmiðin voru samþykkt árið 2015 og ætlað að ná yfir tímabilið 2016 til 2030. Þannig liðinn 1/3 tímans sem ætlunin að þau gildi á og eftir eru nú rétt 10 ár. Mikið hafði á unnist, ekki bara á þessum síðustu 5 árum heldur má segja síðustu 2 áratugum eða svo. En nú uppi ný staða og margt af því tapað aftur vegna þróunar í heiminum síðan að kóróna heimsfaraldurinn braust út. Enginn sér fyrir endan á honum og því erfitt að spá framtíðina eins og stundum áður. Hugsjónirnar að baki heimsmarkmiðunum rúmast í 5 orðum sem að öll hefjast á P á enskunni, en það eru People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Fólk, jörðin, velsæld, friður og samvinna. Nú ríkisstjórn Íslands tók skýra afstöðu með hugmyndafræði Faith for Nature. Þannig var umhverfis- og auðlindaráðherra virkur þáttakandi á ráðstefnunni og meiningin að hann flytji tillögu byggða á lokaályktun Faith for Nature á næsta umhverfisþingi Sameinuðu þjóðanna sem haldið verður í Nairobi á næsta ári. En hvað gekk aðstandendum ráðstefnunar til? Að hverju var stefnt? Það má setja fram á þennan hátt. Annars vegar að virkja og gera sýnileg, trúarleg og siðferðileg gildi í baráttunni fyrir sjálfbærri þróun.
og í öðru lagi að styrkja trúarstofnanir til beinna aðgerða með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Þannig er sjálfbær þróun hér í kjarna máls. En skoðum þá uppbyggingu loka yfirlýsingarinnar en hún fylgir forskrift sambærilegra yfirlýsinga frá Sameinuðu þjóðunum. Í upphafi eru nefndir þeir aðilar sem standi að baki yfirlýsingunni og þá er sagt að þeir hafi heyrt grát móður jarðar. Hér er nánar tiltekið að ræða trúarleiðtoga frá mismunandi trúarhefðum, trúarsamtök allan heim og svo háskólafólk. Síðan er þetta sagt trúna. Trúin ræktar gildi eins og samlíðan, samfélag og umhyggju í garð hinna berskjölduðu. Og síðan heldur textin áfram í fyrstu persónu fleirtölu. Það sem segir, við sameinumst í kærleika, samlíðan og trú í þágu heilagrar jarðar. Við erum kölluð til þess að varðveita hina heilugu jörð sem okkur hefur verið falið að gæta. Hvað sem líður ólíkum uppruna, bakgrunni og reynslu helstu aðila ráðstefnunnar er þarna lögð mikil áhersla á hið sameiginlega. Jörðina eigum við sameiginlega, hún er sameiginlegt heimili okkar allra. Annað sem sagt er vera sameiginlegt er að finna til skuldbindingar gagnvart heimili okkar sem er jörðin. Þessir sameiginlegu þættir gera það mögulegt að hægt er að vinna saman þvert á landamæri, ólíkrar menningar, trúar, allt í þágu jarðar og náttúru. En hvert er þá framlag trúarinnar? Svarið við þeirri spurningu virðist mér ekki síst liggja á hinu huglæga sviði. Nánar tiltekið, það eru andleg gildi trúarinnar sem virka sem hvati að breytni og vali einstaklinga. Hlutlægara framlag virðist mér vera það að trúarsamfélagið búi yfir mjög virku tengslaneti og verði þessi tengsl og tengslanet virkuð megi ná umtalsverðum árangri í baráttunni í þágu náttúrunnar. Og þess vegna er það sagt vera rétt skref og skynsamlegt að stofna heimsbandalag á grundvelli trúar. Það er stóra málið hér. Í yfirlýsingunni er vikið að sambandi trúar og vísinda og viðurkennt að þetta tvennt hafi ekki alltaf átt farsæla samleið. Hér muni þó verða breyting á og því er heitið að engar aðgerðir sem að trúarsamfélagi leggi til muni ganga gegn bestu mögulegri, fáanlegri, vísindalegri þekkingu. Trúin og vísindin séu sammála nauðsyn sjálfbærar þróunar. Vísindin séu þó ekki ein það að skapa þekkingu og þess vegna sé mikilvægt að virða visku og reynslu annars þar frá meðal annars smærri samfélaga og þar er bent á þekkingu frumbyggja. Lokaorðin hér eru þessi í lauslegri þýðingu. Við virðum að fullu vísindalegar niðurstöður sem sýna hverfishnignunina í heiminum og það hversu skamman tíma við höfum til að bregðast við henni. Jafnframt eru við í einstakri stöðu til þess að koma réttu skilaboðunum áleiðis og það er það sem að trúarsamfélagið ætlar að gera. Það ætlar að taka til verka í þágu náttúrunnar og réttlætisins. Enn og aftur að hinu sameiginlega sem ítrekað er hvað eftir annað í textanum. Hvað sem líður ólíkum aðstæðum fólks segir hér
að mannkyn eigi aðeins eitt heimili og það er jörðin. Og sameiginlega upplifun eigum við einnig af því hvað það er að vera manneskja. Það sem sameinar okkur er hinn trúarlega og andlega vídd. Við erum andlegar verur og sá skilningur krefur okkur að axla ábyrgð á framtíð jarðarinnar ásamt því að standa vörð siðmenninguna. Vissulega sé margt mótdrægt og vandamálin fjölmörg. Einkum eru það hinar miklu andstæður og öfgar í efnum annars vegar og efnaleysi hins vegar. Hinir fáu ríku verða sífellt ríkari og hinn mörgu fátæku en fátækari. Því þurfa að efla jöfnuð og réttlæti sem sé grundvöllur undir sérhvert samfélag. Fjárfestingar frömuður í heiminum þurfi að hætta áhættu fjárfestingum og styðja við sjálfbæra þróun. Og síðan segir, við þörfnumst hreyfingar með rætur og vængi. Innsæi og reynsla hinna eldri verður að styrkja hugsjónir, ástríðu og sköpunarmátt hinna yngri. Trúar samfélagið sækir kraftinn í samspil kynslóðana heldur og hefur fastan grundvöll í nær samfélaginu leið og það er hluti af hinum hnattræna heimi. Nú síðari hluti yfirlýsingarinnar hefst á örfáum orðum kynjajafnrétti og er bent á mikilvægi kvenna fyrir umhverfisbaráttuna í heiminum, en konur eru eins og margir vita víða í lykil hlutverkum í þeim efnum, ekki síst í fátækari löndum. Síðan er staðhæft að umhverfiskreppan sem heimurinn standi frammi fyrir sé af siðferðilegum toga, en jafnframt sagt að með siðferðilegri réttri breytni muni mannkyni takast að umbreyta hlutunum sem farið hafa af vega. Dæmi það sem við öll getum gert er að breyta matarvenjum okkar. Við getum auðveldlega minnkað og jafnvel hætt kjötneyslu og hugað alvarlega að kolefnisspori allarar fæðu okkar. Þetta myndi síst valda okkur tjóni en það myndi hafa bæði miklar og góðar heilsufarslegar afleiðingar. Undir lokin er það harmað að jörðin hafi þegar borið óafturkræfan skaða vegna rangrar breytni mannkyns. Framtíða kynslóðir munu því taka við mikilli skuld sem erfitt mun reynast að gjalda. Á erfiðum tímum framundan bjóði trúarsamfélagið von, trú, samhygð og skynsemi sem allt muni samverka til góðs. Og lokaorðin ganga út á að nú sé Kairos. Já, nú er rétti tíminn til að takast á við vandann og sigrast á honum. Vissulega sé á brattan að sækja en trúarsamtökum allan heim skuldbindi sig til að taka til verka með það fyrir augum að vernda og endurreisa náttúruna. Það er sameiginleg ábyrgð okkar alla, tíminn er fullnaður, nú stefnum við öll að sama miði, með trú og von muni það takast. Nú örfá orð hér í lokin. Siðapredikun þessa texta er á háu plani, svo ekki sé meira sagt, og hverfist tvennt að því ég fæ best séð, réttlæti og ábyrgð. Það sem máli snýst er sameiginlega ábyrgð trúarsamfélaga heimsins í öllum sínum fjölbreytilegu birtingamyndum til að stuðla að loftslags réttlæti. Faith for Nature hefur mikla trú á manninum og samtækamætti manna og það sem öllu skiptir nú er að trú manna, trú okkar allra birtist í verkum og í daglegri breytni.
Inntak siðaboðskaparins hér hið sama og við heyrum nær daglega. Flestum okkar þykir sjálfsagt að leggja okkar að mörkum gegn kórónuveirunni og öllu sem henni fylgir. Það sama má yfirfæra á náttúruna hér í þessu plaggi. Þó margt hafi háð samstarfi trúarsamtaka gegnum tíðina heiminn ekki dvalið við það hér. Við erum öll í veikri stöðu og náttúrunni að blæða út. Tíminn naumur, notum hann vel. Takk fyrir. Sjálfur heiti ég Hjalti Hugason og efni mitt nefnist trúfrelsi á tímum lýðræðis og fjölhyggju. Það fyrst til að taka að fyrirlesturinn sem ég flyt í dag byggir á rannsóknarverkefni sem ég hef raunar stundað með hléum frá árinu 2002 og það ber yfirskriftina Þróun trúfrelsis, þjóðkirkju og samband ríkis og kirkju á Íslandi 1874 til 1997. Í dag fer ég svolítið út fyrir þennan tímaramma og fjalla meira aðstæður dagsins í dag og framtíðarinnar. Forsendur máls míns eru þær að trúfrelsi hluti af grundvallarmannréttindum og oft litið svo á að trúfrelsi tilheyrir svo kallaðri fyrstu kynslóð mannréttinda. Mannréttindi eru algild og þess vegna gæti einhver haldið að trúfrelsi til að mynda sé innleitt í eitt skipti fyrir öll og haldi síðan gildi sínu og inntaki. En ég lít svo á að trúfrelsið breytist og við verðum að þróa þá ramma sem trúfrelsi gilda með tilliti til þjóðfélagsgerðar, samfélagslegra aðstæðna og ýmissa félagssálfræðilegra aðstæðna svo sem upplifun einstaklingsins af sjálfum sér og samfélaginu. Og í fjölhyggju samfélagi á borð við það sem nú að þróast á Íslandi skiptir trúfrelsið jafnvel meira máli heldur en fyrr á tíð. Ef við lítum yfir meginlínur í þróun trúfrelsis á Íslandi, þá getum við sagt að íslenska stjórnarskráin beri merki 19. aldarinnar þegar trúfrelsis ákvæði að ræða. Og þetta raunar við það sem oft kallað nýja stjórnarskráin líka. Hún að þessu leytinu til mörkuð þeirri stöðu sem ríkti á 19. öld. Ef við hins vegar skoðum íslensk lög, þá ljóst að löggjöfin eins og hún nú á dögum einkennist af trúfrelsishugsun 20. aldarinnar og þar munar mest að Mannréttindasáttmáli Evrópu var löggiltur hér 1994 og markar fyrst þáttaskil í þróun trúfrelsisins. Svo þróun sem hefur átt sér stað felst í því að í upphafi, það að segja á 19. öldinni og áfram, þá var aðalega horft til stöðu trúfélaga og raunar var verið að veita þeim aukið starfsfrelsi í íslensku samfélagi. Nú á dögum þá aftur á móti í vaxandi mæli horft til einstaklingana og á 20. öld og ég tala nú ekki þeirri 21. þá ríður mikið á að hver og einn einstaklingur njóti aukinnar réttarverndar á hinu trúarlega sviði. Annað atriði sem hefur einkennt þróunina líka að nú á dögum ekki gerður munur á trú og sannfæringu. Þess vegna til að mynda sama löggjöf í gildi trúfélög og lífsskoðunarfélög. Og þar með viðurkennt að trúarskoðun og veraldleg lífsskoðun séu sambærileg fyrirbæri og beri að tryggja með sambærilegum hætti. Einkenni á trúfrelsi á 20. og 21. öld
lítur einnig að því að í upphafi á 19. öldinni þá einkenndist trúfrelsi af því að það var aukið frelsi þeirra sem játuðu guðstrú til þess að víkja til dæmis frá lúterskri kenningu og aðhallast kaþólsku eða einhverja aðra trúarkenningu. Það að segja sem játaði trú á Guð. Þannig í stórum dráttum var kannski verið að rýmka rétt kristinna manna til að iðka trú sína. En eftir því sem liðið hefur á 20. öldina og ég tala nú ekki 21. þá rétturinn til trúleysis jafnframt tryggður með trúfrelsis löggjöf. Og svo þróun hófst raunar hér á landi með stjórnarskrárbreytingu 1915. Og þarna hef ég undirstrikað sérstaklega að nú á dögum kveðið á það sérstaklega að einstaklingar hafi rétt til að skipta trú og einhverjum finnst það kannski sjálfstæður hlutur en það var ekki lengi vel eftir að trúfrelsi var lögfest hér. Nú stöldrum þá við áskoranir nútímans, hvaða aðstæður eru núna í íslensku samfélagi og hvernig þyrfti trúfrelsislöggjöf að mæta þeim áskorunum sem nú eru uppi. Og þá mikilvægt að gera sig grein fyrir því að núningslínan hefur færst eða átakalínan sem að tekist á þegar trúfrelsi afmarkað og skilgreind. Á 19. öld þá var áhersla lögð á það að vernda þyrfti trúfélög og í framhaldi af því einstaklinga að vissu marki fyrir ágangi ríkisvaldsins. Fram á 19. öld hafði ríkisvaldið hvarvetna Evrópu svo við látum okkur bara nægja að staldra við okkar heimsálfu verið skilgreind trúarlega í langflestum löndum. Það var ríkisátrúnað að ræða og þegar danska ríkið átti hlut þá var játningar grundvöllur þess samkvæmt lögum evangelísk lúterskur og það sama gilti hér á landi. Nú á þessum tíma þá þurfti sem sagt að setja ríkisvaldinu ákveðnar skorður og sjá til þess að það gæti ekki krafið þegna sína eða borgarana eins og við myndum segja nú á dögum það að vera sama átrúnaðar og ríkisvaldið eða konungurinn í tilviki danska ríkisins. Þegar komið fram á 21. öld þá raunar ekki lengur nauðsynlegt hugsanlega að huga fyrst og fremst að sambandi ríkisvalds og trúfélaga eða ríkisvalds og einstaklinga í trúfrelsisefnum. Heldur hefur átakalínan núna færst þangað að það verður að huga alvarlega að vernd einstaklinga fyrir ágangi trúfélaga auk ríkisvaldsins. Og ég myndi leggja sérstaklega áherslu á það að trúfrelsislöggjöf þarf nú á dögum að vera þess eðlis að hún verndi einstaklinga fyrir ágangi eigin trúfélags og eigin trúarleiðtoga. Þetta ef til vill framandi sjónarmið fyrir þá sem hafa alist upp í samfélagi á borð við hinu íslenska þar sem ein trúarstofnun svo ríkjandi sem íslenska þjóðkirkjan og þar sem að hún hefur nú virt rétt einstaklingana í raun og veru bæði til að játa sína persónulegu trú og jafnvel skipta trú, en við skulum gera okkur grein fyrir því að þannig það ekki í öllum trúfélögum, jafnvel ekki öllum trúfélögum sem að starfa á Íslandi. Þar réttur einstaklinga til að skipta trú og ganga úr trúfélagi, oft mjög þröngar skorður settar og einstaklingar þurfa jafnvel að sæta einhvers konar félagslegri útilokun eða þrýstingi ef að þeir með einum eða öðrum hætti vilja sem sagt endurskoða afstöðu sína til síns eigins trúfélags.
Og í raun og veru það þannig einnig að í nútíma trúfrelsisumræðu oft á tíðum velt upp spurningunni hvað mega leiðtogar kenna og hvað mega leiðtogar fyrirskipa í siðferðislegum efnum þegar óbreytta félaga að ræða. Og í þessu sambandi þá má kannski taka dæmi af því að á Vesturlöndum og hér á landi þá starfa ýmis trúfélög sem þannig sett að þau get ekki sótt leiðtoga sína í sínar eigin raðir, heldur verða að fá leiðtoga úr öðrum samfélögum, úr öðrum hlutum heims, þar sem að þjóðfélagsþróun og til að mynda nútímavæðing hefur verið með allt öðrum hætti heldur en gerst hefur á Vesturlöndum og ég tala nú ekki Norðurlöndum. Það getur sem sagt komið til alvarlegra átaka eða spennu innan trúfélaga þar sem megin hluti félagsmanna hefur kannski til langs tíma búið í vestrænum samfélögum og aðlagast vestrænum gildum en sækja síðan leiðtoga til landa eða ríkja þar sem að nútímavæðingin hefur alls ekki átt sér stað í sama mæli og þá getur oft orðið árekstur milli þess sem að meiri hluti einstaklingana í trúfélögunum aðhyllast eða þess lífsforms sem þeir hafa tekið upp og sem sagt þeirra lífshátta sem að óbreyttir félagsmenn hafa tamið sér til lengri tíma. Og þetta getur leitt til þess að það myndist árekstur milli leiðtogana og hérna almennu félagsmanna og þá mjög mikilvægt að það séu einhverjir þeir öryggislokar í hinu stóra samfélagi að það sé ljóst að það verði að gilda ákveðið samlit milli leiðtoga og safnaðar. Með þessu ég að gefa í skyn að trúar leiðtogar sem ekki eru á heimavelli í vestrænum nútíma samfélögum, þeir geti þurft að taka verulegt tillit til þeirra gilda og þeirra sjónarmiða sem hafa þróast í þeim samfélögum sem þeir koma og þjóna á Vesturlöndum, Norðurlöndum eða hér á landi. Og þetta ástæðan fyrir því að við ýmsa erlenda háskóla verið að ræða það nú á dögum og jafnvel búið að hrinda því í framkvæmd að taka upp einhvers konar menntun fyrir leiðtoga af þessu tagi, þar sem til að mynda ímamar eða aðrir hliðstæði trúarleiðtogar geti sótt sér ákveðin undirbúning til þess að starfa í hinum vestræna heimi. En síðan vil ég þá í framhaldi af þessu benda á að það eru kannski til tvenns konar aðferðir til þess að mæta aðstöðum eða af þessu tagi og eigum að segja aðlaga trúarhugsun nýrra trúfélaga eða trúfélaga með skamma sögu í vestrænum heimi að þeim gildum og siðferði sem tíðkast í samfélaginu og öðru leyti. Önnur leiðin væri sú að koma upp lagalegri umgjörð sem heimilaði félögum í trúfélögum af þessu tagi að lifa samkvæmt eigin lífsháttum en þó innan ákveðina ramma sem í meginatriðum yrði sett af mannréttindasáttmála Evrópu. Og þá á ég við það til að taka bara nákvæmt dæmi að múslimum yrði heimilað að lifa samkvæmt eigin gildismati og regluverki en þó innan ramma
mannréttindasáttmálans. Hér væri leiðaræða sem væri viss andhverfa frönsku stefnunar sem að oft nefnt svo. Getum sagt að franska línan gangi út frá því að allt sem viki frá, ég var að segja, hinu lýðræðislega, vestræna, veraldlega samfélagi, því þið sett sem þrengstar skorður og reynt að fyrirbyggja að til að mynda múslimi skeri sig frá og öðrum hvað var það jafnvel klæðaburði eða slæðuburði eða annað í þá veru. Hér væri semst opnað á það að hver og einn fengi að lifa eftir þeim hefðbundnu lífsháttum sem að fylgir þeirra trú eða trúarbrögðum upp að vissu marki. Þetta kynni að orka tvímælis í hugum margra og boða einhvers konar róttæka nýjung í íslenskum trúarrétti, en svo í raun og veru alls ekki. Það sem væri að ræða, það ákveðið umburðarlyndis líkan sem að rúmaði þessa breidd sem ég hef talað og þetta umburðarlyndi raunar þegar í gildi gagnvart sumum kristnum trúfélögum sem starfa hér á landi og njóta stöðu skráðra trúfélaga og í því felst að þau njóta ýmiss konar stuðnings ríkisvaldsins meðal annars sóknargjalda. Og ég vil þá benda á í því sambandi að mörg skráð trúfélög þau sniðganga gildandi hjúskaparlög á þann hátt að þau standa ekki opin fyrir samkynhneigða til að mynda að ganga í hjónaband. Einhver skráð trúfélög sniðganga gildandi jafnréttislög á þann hátt að þau viðurkenna ekki að konur geti gegnt hlutverki prests eða jafngildi þess og að minnstakosti eitt trúfélag skráð sniðgengur 16. og 17. grein gildandi barnaverndarlaga sem fela í sér að hver og einn sem að vaknar til gruns það að barn sæti illri meðferð beri að tilkynna það til barnaverndaryfirvalda og að þær reglur gildi bæði fyrir presta og óháð þeim innri siðareglum sem hvert trúfélag sig kynni að setja sér. Það sem ég að leggja áherslu á með þessu að í lýðræðislegu fjölhyggjusamfélagi þá verði hið sama að gilda ekki kristin trúfélög og þar á meðal samfélög múslima sem hér starfa. En auðvitað verður frelsi og umburðarlyndi þó að vera háð takmörkunum og þær takmarkanir eru þegar skráð í íslensk lög en í mannréttindasáttmála Evrópu sem einmitt hluti af íslenskri löggjöf sem sagt kveðið á það að útmörk trúfrelsisins sé háð því að þau séu innan þeirra takmarka sem lög mæla fyrir og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi. Vegna almennra hylla og vegna allsherjarreglu og þetta eiginlega viðmið sem eru sótt til 19. aldarinnar en auk þess svo lögð áhersla á það að frelsi og umburðarlyndi verði líka að vera innan þeirra marka að heilsu manna, siðgæði, rétti og frelsi sé ekki ógnað með einum eða öðrum hætti. Ef við virðum þessi útmörk þá myndi ég álíta að frelsis og umburðarlyndis módelið sem að lítur til þess að sem flestir fái að lifa á grundvelli eigin trúarsannfæringar geti vel haldið og eigi að koma alvarlega til umhugsunar þegar íslensk trúfrelsis löggjöf verður þróuð til framtíðar. Þakka fyrir. Já, komið sæl. Ég heiti Arnfríður Guðmundsdóttir og prófessor í trúfræði við Guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands.
og minn fyrirlestur hér í dag ber yfirskriftina Syndin í lúthersku ljósi. Í 3. kafla 1. Mósebókar segir frá Adam og Evu sem óhlýðnuðust Guði með því að borða af forboðna trénu og voru í kjölfarið rekin burt úr aldingarðinum Eden. Er að ræða þekkta frásöguna af syndafallinu sem ætlað að skýra af hverju hlutirnir eru ekki eins og þeir eiga að vera í sköpunarverki Guðs. Hugtakið synd skylt orðinu sundrung og vísar til þess að hið upphaflega samband á milli skapara og sköpunar ekki lengur til staðar. Komin sundrung eða rof, svo í stað samhljóms og samstöðu ríkir óreiða og óeining. Í þessum fyrirlestri verður kastljósinu beint að syndahugtakinu í guðfræði Martins Lúthers. Hvaðan hugmyndir hans koma sem og þróun hugtaksins í lútherskri guðfræði fram til dagsins í dag. Markmiðið að sýna fram á hvernig syndahugtakið getur nú á fyrri hluta 21. aldar gegnt mikilvægu hlutverki í umræðunni brýn samfélagsleg málefni og þann brotna veruleika sem við erum hluti af. Hér alls ekki ætlunin að draga upp heildstæða mynd af þróun lúthersks syndaskilnings, heldur aðeins að gefa dæmi sem styðja markmið þessa fyrirlesturs. Syndahugtakið eitt af grundvallarhugtökum í guðfræði Martins Lúthers, en guðfræði hans var til sem andsvar við viðteknum hugmyndum og kenningum innan vesturkirkjunnar á fyrri hluta 16. aldar. Lúther átti í illvígum deilum við Erasmus frá Rotterdam sem var einn af forvígismönnum endurreisnarstefnunnar, en deilur þeirra eru náskyldar deilum Ágústínusar og Pelagiusar á fyrri hluta 5. aldar. Árið 1523 gaf Erasmus út rit sitt frjálsræði viljans, þar sem hann heldur því fram að maðurinn hafi fullt frelsi til að velja gott eða illt. Lúther svaraði Erasmusi með ritinu ánauð viljans sem kom út árið 1525. Í ritinu viðurkennir Lúther frelsi viljans í málefnum sem varða mannleg samskipti og daglegt líf, en hafnar því að maðurinn hafi frelsi þegar kemur af samskiptum við Guð. Hugmyndir Lúthers syndina og syndugt eðli mannsins sem hann setti fram í ritdeilum sínum við Erasmus áttu eftir að setja mark sitt á skrif hans eftir það. Að mati Lúthers lýsa synd og syndugt ástand best því hver við erum sem skapaðar verur, en leið sem hluti af hinu fallna heimi. Að vera syndug vísar þannig í það ástand sem á rekja til rofins sambands milli skapara og sköpunar. Lúther gerir mikilvægan greinamun á synd í eintölu og fleirtölu, þar sem syndir í fleirtölu eru afleiðing syndugs ástands mannsins. Í Smalkalden greinum Lúthers frá 1536 staðhæfir hann að syndin hafi komið í heiminn fyrir einn mann. Með orðum Lúthers sjálfs, með óhlýðni hans urðu allir menn syndarar og eru þar með ofurseldir dauða og djöfli. Það nefnist erfðasynd eða höfuðsynd. Erfðasyndin sem sagt í eintölu en syndir í fleirtölu og eru það sem Lúther kallar ávextir syndarinnar. Eða, og ég vitna í orð Lúthers þar sem hann segir hin illu verk sem bönnuð í boðorðunum 10, eins og vantrú, blinda og í stuttu máli að þekkja ekki Guð og virða hann ekki, tilvitnun lýkur.
Munurinn á guðfræðilegri merkingu syndahugtaksins annars vegar og siðferðilegum afleiðingum syndarinnar hins vegar dæmigerður fyrir skilning Lúthers á sambandi Guðs og manns. Þessi aðgreining gegnir lykilhlutverki í allri hans guðfræðilegu hugsun. Í útskýringu Lúthers á fyrsta boðorðinu í Fræðunum meiri frá 1520 að finna eftirfarandi skilgreiningu á guðshugtakinu. Þar sem segir: Guð sá sem alls góðs vænst af og sem leitað til í hverri neyð. Að hafa Guð felst því ekki í öðru en að treysta á hann af öllu hjarta og trúa á hann. Og það sem hjarta þitt bindur sig við og reiðir sig á, segi ég í raun og veru Guð þinn, tilvitnun lýkur. Í þessari útskýringu Lúthers á því hver Guð og hvað það merkir að hafa Guð að finna forsendur syndaskilning hans. Af því að Guð sjálfur höfundur sköpunarverksins og leið uppspretta allsins góða, þá felst syndin í því að setja traust á eitthvað annað en Guð. Með því móti búið að skipta Guði út fyrir eitthvað sem ekki Guð. Með stórum staf heldur Guð með litlum staf. Það sem Lúther kallar í þessum texta skurðgoð. Í stað þess að standa upprétt og horfa upp til Guðs hinn syndugi einstaklingur kengboginn inn í sjálfan sig. Það merkir að eiga ekki í eðlilegu sambandi hvort sem það við sköpunarverk Guðs eða sjálfa uppsprettu sköpunarverksins, skapara himins og jarðar. Sjónarhorni verður því afbakað þar sem maðurinn hefur gert sjálfan sig að miðju alheimsins og mælikvarða fyrir hugsanir sínar og gjörðir í stað þess að sjá sig sem hluta af hinu stórbrotna skipulagi sem einkennir Guðs góðu sköpun. Það í þessu ástandi sem Guð kemur til móts við manninn með því að rétta út hönd sína og reisa hann upp. Samkvæmt Lúther manneskjan ekki reist upp í eitt skipti fyrir öll. Hann trúir því að á hverjum degi standi hún frammi fyrir þeim veruleika að breyta gegn vilja Guðs með því að breyta gegn betri vitund. Í Fræðunum meiri leggur Lúther meðal annars út af bænum Faðirvorsins og talar stöðuga nálægð syndarinnar í lífi einstaklingsins, þrátt fyrir fyrirgefningu Guðs í Jesú Kristi. Í útskýringu sinni á setningunni fyrirgef og svorar skuldir, þá segir Lúther: Jafnvel þótt við eigum Guðs orð, trúum því, framkvæmum vilja hans, þjáumst og nærumst af gjöfum Guðs og blessun, aldrei hægt að losna við syndina. Við hrösum daglega og göngum of langt af því að í heiminum lifum við á meðal fólks sem veldur okkur allt og miklum ama og gefur okkur ástæðu til óhlýðni, reiði, hefndar og svo framvegis. Þess vegna enn og aftur afar nauðsynlegt að biðja og hrópa: Kæri Faðir, fyrirgef oss vorar skuldir, tilvitnun lýkur. Þannig sá eða sú sem Guð réttlætir vegna náðar sinnar samt sem áður fær að syndga, það að óhlýðnast vilja Guðs og af þeim sökum í daglegri þörf fyrir náð Guðs og fyrirgefningu. Þá staðreynd að manneskjan bæði réttlát þá í augum Guðs og syndug vegna breyskleika síns í senn, þá notar Lúther hugtakið réttlátur syndari eða simul justus et peccator. Mikil gagnrýni á viðteknar kenningar kristinnar trúarhefðar komu fram í kjölfar upplýsingarinnar. Hefðbundin túlkun á synd og syndugu eðli mannsins var á meðal þeirra hugmynda sem þóttu fara illa saman með áherslum upplýsingarinnar.
Í anda söguríninnar var bókstaflegur skilningur á frásögunum í fyrstu köflum fyrstu Mósebókar líka harðlega gagnrýndur. Kenningin erfðasyndina sem byggði á þessum bókstaflega skilningi þótti sérlega ótrúverðug að mati þeirra sem vildu láta skynsemina ráða för. Það lá því beint við að hugmyndir Ágústínusar syndina og eðli hennar sem höfðu verið ríkjandi innan kristinnar trúarhefðar aldir væru teknar til gagngerrar endurskoðunar. Friedrich Schleiermacher, sá sem hefur verið kallaður faðir nútíma mótmælenda guðfræði, lagði sitt lóð á vogarskálina þegar kom af endurskoðun syndahugtaksins og kenningu Ágústínusar erfðasyndina. Í guðfræði sinni gekk Schleiermacher út frá mannlegri reynslu og hlutverki tilfinninga en hann talaði ákveðna mótsögn í reynslu okkar af synd. Þannig væri synd annars vegar eitthvað sem við fyndum til ábyrgðar gagnvart þegar við gerum eitthvað og finnum til sektarkenndar vegna þess og hins vegar hefðum við það sterklega á tilfinningunni að hér værum að ræða veruleika sem hefði verið til staðar á undan okkur, eitthvað sem við ráðum ekki alveg við. Vegna þessarar mótsagnar taldi Schleiermacher mikilvægt að gefa ekki hugmyndinum erfðasyndina alfarið upp á bátinn þó að hann vildi forðast þau vandamál sem hann taldi fylgja hugmyndafræði Ágústínusar. Í stað þess að tengja erfðasyndina við getnaðinn eins og Ágústínus gerði var það skoðun Schleiermachers að erfðasyndin bærist frá kynslóð til kynslóðar í félagslegum og sögulegum innviðum samfélagsins. Hann var heldur ekki á því að erfðasyndin væri ótengd mannlegri breytni því manneskjan tæki á einhverjum tímapunkti þátt í syndinni og yrði þar með þáttakandi í syndugleika sögunar og samfélagsins. Fylgifiskur hinnar syndugu gjörðar var að mati Schleiermachers sektarkenndin sem hann taldi ekki erfast á milli kynslóða heldur kvikna við sjálfan verknaðinn. Þannig greindi hann á milli annars vegar tilhneigingar mannsins til að synda sem tilheyrir hinu mannlega eðli og hins vegar sektarkenndarinnar sem á rætur í verknaðinum sem viðkomandi ber ábyrgð á. Þessu tókst honum að halda í kjarnaatriði kenningar Ágústínusar og siðbótar guðfræðinganna óflýjanleika syndarinnar og þörfina fyrir náð Guðs. Sá guðfræðingur sem átti hvað stærstan þátt í því að túlka lúterska guðfræði inn í nýja öld, þar að segja 20. öldina, var Paul Tillich. Tillich var undir sterkum áhrifum frá Schleiermacher en einnig tilvistarheimspekinni. Sagan syndafallið gegnir mikilvægu hlutverki í guðfræði Tillichs ekki sem söguleg heimild, heldur sem táknsaga hinn mannlega veruleika á öllum tímum. Hann gengur út frá því að frásagan sköpun mannsins og fall hans sé ein saga, því að það sé í andstöðu við mannlega reynslu að manneskjan hætti að vera góð á einhverjum tímapunkti og verði ill. Þvert á móti sé hvort tveggja alltaf til staðar, hið innsta eðli eða kjarni eða essence á enskunni, sem sé góður og svo hins vegar tilvist eða existence hennar sem að einkennist af tengslaleysi eða firringu, þar sem að Tillich notar enska orðið estrangement. Guðsmyndin stendur þannig fyrir innsta eðli manneskjunnar og forsenda fyrir því að fallið geti átt sér stað því að aðeins sú sem sköpuð í mynd Guðs hefur vald til þess að aðskilja sig frá Guði. Tillich notar hugtakið synd persónulega vídd tengslaleysisins eða sem tákn rofið sem myndast þegar við veljum að slíta tengslin við það samhengi sem við tilheyrum. Það að segja við Guð, við okkur sjálf og við umhverfi okkar. Það sem einkennir þetta tengslarof að mati hans einkum þrennt. Það að segja vantrú eða unbelief, hroki eða hybris og gind eða concupiscence.
Á meðan vantrú felst í því að snúast gegn Guði, þá hrokinn hin hlið vantrúarinnar, það að gera sjálfan sig að miðju alheimsins. Eða, með öðrum orðum, að verða kengboginn inn í sjálfan sig, svo ég vísi í orð Lúthers. Gindin svo hinn takmarkalausa þrá eftir því að gera allt að sínu, en hún getur lýst sér í eftirsókn eftir kynlífi, reynslu, þekkingu eða valdi. Afleiðingar tengslarofsins telur tilík vera sektarkennd, einmanaleika og tilgangsleysi sem á endanum leiðir til örvæntingar. Það þetta ástand sem fær manneskjuna til að leita að hjálpræði eða salvation, í merkinguna leita eftir því að verða heilbrigð eða heil, en einmitt vegna skorts á tenglum hún ekki fær að bjarga sér sjálf. Þó að hún reyni hvað sem hún getur til þess. Sem dæmi misheppnaða leit manneskjunar að eigin hjálpræði, þá nefnir tilík lögmálshyggju, meinlætalifnað og dulhyggju, en það að hún skuli viðurkenna þörf sína fyrir hjálp bera hans mati vitni að hjálpræði sé innan seilingar þótt það sé aðeins á valdi Guðs að veita það. Í kjölfar aukinnar áherslu á samfélagslegt hlutverk guðfræðinnar upp úr 1960 urðu kaflaskil í guðfræðilegri umræðu sem mætti líkja við þau sem urðu þegar siðbótin fór af stað á fyrrihluta 16. aldar eða við upplýsinguna 2 öldum síðar. Á síðustu áratugum þá hefur guðfræði umræðan mótast að miklu leyti af þeim samfélagslegu málefnum sem mest hafa brunnið á fólki. Í því samhengi má nefna ógnina sem stafar af hamfarahlýnun og málefni hinsegin fólks. Þrátt fyrir tilhneigingu á meðal guðfræðinga til að sniðganga syndahugtakið eru aðrir sem telja það mikilvægt í umræðunni brýn samfélagsmál og ég ætla hér að nefna 2 dæmi. Cynthia Molo-Bida prófessor í guðfræðilegri siðfræði og hún hefur í verkum sínum lagt áherslu á yfirvofandi loftslagsvá, efnahagslega misskiptingu og kynþáttamisrétti og leið kallað eftir endurskoðun á guðfræðilegum forsendum svo að hægt sé að tala með marktækum hætti inn í þær aðstæður sem við búum við í upphafi 21. aldar. Í bóksinni Resisting Structural Evil, Love as Ecological Economic Vocation frá 2013, þá tekur Molo-Bida fyrir hugtökin synd, kærleika, siðferði og trúrækni sem hún telur mikilvægt að nota ekki aðeins í persónlegu samhengi eins og gjarnan gert. Hennar mat að guðfræðingar hafi nú þegar fært gild rök fyrir því að tala ekki bara synd einstaklingsins, heldur einnig syndina í samfélagskerfum og stofnunum og vísar þar meðal annars í frelsuna guðfræði Suður-Ameríku. Það sé aftur á móti skortur á því að trúarsamfélög viðurkenni þá ábyrgð sem fólkið sem þeim tilheyrir ber á hinni kerfislægu synd, einfaldlega með því að lifa því lífi sem það lifir. Molo-Bida segir að kynþáttafordómar, stéttaskipting, kynjamisrétti og heimsvaldastefna séu dæmi syndina sem býr í kerfum og stofnunum samfélagsins og það sé brýnt að trúarsamfélög leggi sitt af mörkum til þess að vinna gegn þessum samfélagsmeinum. Þá sé ekki nóg að trúarsamfélögin beiti sér fyrir frelsun frá ofbeldi. Meðlimir í kirkjum og öðrum trúarhópum þurfi einnig að taka ábyrgð á eigin gjörðum og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stuðla ekki að ofbeldi með aðgerðum sínum eða aðgerðarleysi. Óréttlæti og ofbeldi megi nefnilega oft rekja til þess að fólk kjósi að gera ekki neitt, kjósi að halda sig til hlés
og einbeita sér frekar að því sem gerist á sviði einkalífsins. Síðara dæmið sem ég ætla að nefna hér að finna í grein sem ber yfirskriftina Sin from a Queer Lutheran Perspective. Og hún skrifuð af Mary Love sem prófessor í trúfræði og hún skrifar túlkun syndahugtaksins í ljósi lúterskrar guðfræði og hinseginfræða. Þessa grein að finna í bókinni Transformative Lutheran Theologies sem kom út árið 2010 og var ritstýrt af Mary Strøyford. Eins og mól og býta þá leggur Love áherslu á sterk tengsl á milli syndar einstaklingsins og syndugra samfélagskerfa sem hún segir móta sjálfsmynd viðkomandi og tungutak. Það einmitt ástæðan fyrir því að Love vill breyta orðræðu eða á enskunni diskors. Hún vill bæta orðræðu eða diskors sem hún fær að láni frá hinseginfræðunum við lista yfir hefðbundin skilning á synd sem hroka, girnd, firringu, valdaleysi og skort á trausti. Sum orðræða syndug, segir hún, og við verðum syndinni að bráð þegar við tökum þátt í henni, á virkan eða óvirkan hátt. Love tengir synd sem orðræðu við hugmynd Lúthers simul justus et peccator. Það að einstaklingurinn sé réttlátur og syndugur í senn. Til þess að sýna fram á að afturhvarf eða conversion sé mögulegt. Þannig hefur einstaklingurinn möguleika á að hverfa frá eða láta af þáttöku í hinni syndugu orðræðu, til dæmis hvers konar hatursorðræðu og því ekki aðeins fórnarlamb orðræðunar heldur getur hann eða hún líka notað frelsi sitt eða agency til að beita sér gegn eða stemma stigu við syndugri orðræðu og samfélagskerfum. Að lokum þetta. Ég tel að það mikilvægasta við syndahugtak Lúthers sé greinamunurinn sem hann gerir á synd í eintölu og syndum í fleirtölu. Þessi greinamunur einmitt lykillinn að því að hægt sé að nota syndahugtaki til að fjalla þann brotna veruleika sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. Hann gerir okkur með öðrum orðum kleift að tala breiskleikan eða ófullkomleikan sem við öll könnumst við hjá okkur sjálfum og hjá öðrum, en líka í stofnunum og kerfum samfélagsins sem við búum í. Þessi greinamunur hjálpar okkur líka til að frelsa syndahugtakið frá klísjunni og móralismanum. Með því að tala ástand í staðinn fyrir athafnir ekki verið að gera út á skiptinguna við og þið, því að breiskleikin eitthvað sem að allir finna fyrir, þó fólk sé vissulega tilbúið að kannast við hann. Og þannig eitthvað sem sameinar okkur öll. Þessi syndaskilningur þar af leiðandi ekki aðeins forsendan fyrir því að nálgast hið brotna á hinu persónlega sviði, heldur einnig hins samfélagslegu mál eins og loftslagsmál eða hatursorðræðu, eins og dæmin sem ég nefndi hér að framan bera vitni Því mikilvægt að guðfræðingar samtímans leggi sitt að mörkum við túlkun og endurskoðun á merkingu syndahugtaksins, svo að guðfræðin geti á trúverðugan hátt fjallað þá staðreynd að hlutirnir eru ekki eins og þeir eiga að vera. Hvort sem það í hinu persónlega eða hinu samfélagslega samhengi. Að horfast í augu við það sem brotið einmitt forsendan fyrir stefnubreytingu eða afturhvarfi sem jú alltaf fyrsta skrefið í átt til einhvers nýs og betra. Takk fyrir. Já, komið sæl, ég heiti Gunnlaugur A. Jónsson og ég prófessor í guðfræði og
ritskýringu Gamla testamentisins. Ég ætla að flytja hér erindi sem ég nefni Sál mín beygð í mér, útlegð í eigin landi, dæmum harmsefni í angurljóðum Saltarans. Og þrátt fyrir að hebreska orðið Tehillim sem notað yfir Davíð sálma merkir lofsöngvar, þá það enga síður svo að innan sálmasafns Gamla testamentisins, það Davíð sálma, þá eru harmsálmanir talsvert fleiri en lofsöngvanir. Rúmlega þriðjungur sálmana 150 flokkast samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu sem harmsálmar og skiptast þeir í harmsálma einstaklings og harmsálma þjóðar. Raunar má nefna að harmsálmanir eru meira ábyrrandi í fyrri hluta sálmasafnsins en þegar líður á þá fjölgar lofsöngunum, þegar líður á safnið þá fjölgar lofsöngunum og eru til dæmis 5 síðustu sálmasafnsins allir lofsöngvar. Þannig að uppbygging safnsins virðist öll stefnað lofgjörð og að því leyti hebreska heiti sálmasafnsins mjög réttlætanlegt, það Tehillim, lofsöngvar. Harmsálmanir eru því marki brenndir að langflestir þeirra eru svo almennt orðaðir, raunar með ríkulegu myndmáli, að yfirleitt mjög erfitt að greina hvert hið raunverulega tilefni harmsins. Þannig að það alls ekki auðvelt að svara spurningunni yfirleitt hvað það sem einkum hrjáir ljóðmælandan hverju sinni innum einstöku sálmum. Stundum virðist að vera sjúkdómur, í öðrum tilfellum ofsóknir ótilgreindra ásækjenda, oft einfaldlega það að Guð virðist fjarlægur og svar ekki og svo framvegis. Fræðimenn hafa getið sér þess til að þarna sé einfaldlega fastmátað orðalag helgihaldsins að ræða. Sálmanir eigi rætur sínar í helgihaldinu og þetta orðalag sé býsna fastmótað. Það hefur verið guðþjónustur þar sem menn gátu borið fram harmsefni sín í stað þess bara að lofsyngja Guð. En þetta ríkir engan veginn samstaða í fræðunum. En það eru undantekningar frá þessari meginreglu, tel ég, og það eru einmitt þeir ætlaði að ræða lítilega 3 sálma í því sambandi en einkum þó tíminn leyfir nú eðlilega ekki ítarlega umfjöllun. Upphaf þessa sálms sem hér á glærunni, Sálms 42, það hljóma nú örugglega kunnuglega í eyrum margra og flestra sem til biblíunar þekkja, eins og hindin þráir vatnslindir, þráir sál mín þig. Könnun sem gerð hefur verið meðal íslenskra presta hefur leitt í ljós að þessi fallegi sálmur í hópi vinsælustu sálma Saltarans þó að því færi raunar fjarri að hann sé á pari við sálm eins og Drottinn minn hirðir, Sálm 23 sem hefur nú sérstöðu, en prestar nota þennan sálm talsvert í starfi með öldruðum og raunar kom á daginn í sömu könnun að kvenprestar nota hann meira en karlar, hverju sem að veldur því, kannski kann það vera það kvenkinn hann í upphafi eins og hindin. En samkvæmt hefðbundin í flokkun hafnar sálmurinn í flokki harmsálma Saltarans stundum sem nefndir eru stundum angurljóð og vel að merkja harmsálma einstaklings. Helstu guðfræðistefin í sálminum eru nokkuð dæmigerð fyrir þann flokk. Hér koma við sögu orð eins og tár, sorg, buguð sál, háð og óvinir, allt þetta gamlir kunningjar úr harmsálmunum. Og þarna bráði ég upp mynd með orðaleginu hvítu buguð sál mín yfir það sem hvernig ljóðmælandinn tjáir harmsinn og myndin sem ég læt fylgja með þarna er eftir Einar Hákonarson úr gyðingahverfinu í Prag og mér kom í hug í þessu sambandi orð Nóbelsverðlaunahafans Elie Wiesel reynsluna frá Auschwitz að það væri einsemdin sem hefði verið það versta. En prédikari Gamla testamenti sem segir á einum stað betur eru 2 en 1 og það einmitt eitt af því sem að maður les út úr Sálmi 42-43 að það augljóst að viðkomandi í útlegð og einsemdin að
að plagan. En þó að þessi sálmur sé dæmigerður harmsálmur hvað orðalag varðar það mestu leyti, þá hann jafnframt mjög sérstakur og að því leyti hversu persónulegur hann og hvað mikið má af honum ráða höfundinn og það réði miklu val mitt á honum í þessari umfjöllun hér í dag. Þó að dæmigerð hugtök komi fyrir þá eins og rakið var, þá eru hér einnig vísanir í sitthvað úr fyrra lífi ljóðmælandans. Eitt af sorgarefnum hans einmitt hugsunum það sem áður var og greinilega ekki lengur. Orðalagið þetta, ég minnist það sem var því ég fór fyrir fylkingunni, fór fyrir þeim sem héldu að húsi Guðs með gleði, hrópum og lofsöng í fagnandi hátíðarskara. Ekkert fer á milli mála að þetta liðin tíð. Hlutskipti sálmaskáldsins nú hvorki gleði, hróp né hátíðarskari, heldur eins sem þess sem ræðir við sálu sína eina og spyr hana hvers vegna hún sé böguð. Hebreska hugtaki nefes, sem þýtt sem sál, merkir rauna fyrst og fremst einstaklingur en ekki fer illa á því að þýða sem sál. Og sálmurinn í raun eins og áður var veikið að, svona dæmigerður harmsálmur hvað það varðar að þar koma fyrir lykil temu harmsálmana sem oft megin ástæðan virðist vera að Guð einfaldlega virðist vera fjarlægur og svarar ekki. Ljóðmælandinn lýsir með ýmsum hætti angist sinni og vanlíðan og það kemur gjarnan fyrir spurnarfornafni sem beinti til Guð, hvers vegna svarar ekki hví. Og svo eru fjandmenn og óvinir nánast fasta gestir í harmsálmanum og sem hæðast að trú hans oft á tíðum hvar Guð þinn. Sömuleiðis oft minnst á dauðan og sömuleiðis kemur það alloft fyrir sem hér á ferðinni líka, minningum betri tíð sem hörmuð að ekki lengur til staðar. Og myndin sem þarna fylgir með eftir Einar Hákonarson einnig. Jobb hefur hún verið nefnd, af hverju ég. Og þessa mynd málaði Einar þegar hann sem ungur myndlistarnemi í Gautaborg, fyrir tvítugt, heimsótti Auschwitz, þekktust útrýmningar nú búðir nasista í Pólandi og sagði að sú heimsókn hefði beinlínis breytt honum sem myndlistarmanni frá því að vera abstrakt málari yfir í fíguratífu. Og einmitt að þessar persónur sem oft birtast í myndlist hans, stundum naktir og kreftir líkamar eins og þarna á myndinni, þeir eigi rætur að rekja til þessara heimsóknar þegar hann upplifði ákveðnar klefa sem voru þeirra gerðar að þeir sem þar dvöldu gátu hvorki setið inn í staðið. Nú, það sem að gerir þennan sálm áhugaverðan að mínu mati að hann að því leyti ólíkur flestum harmsálmunum sem eins og ég hefði áður sagt afskaplega almennt orðaðir og þannig að það mjög lítið hægt að vita ljóðmælanda eða sálmaskáldi sem að baki stendur, að þarna eru beinlínis landfræðilegar upplýsingar og sem ekki annað sem full ástæða til að taka bókstaflega. Og samkvæmt orðana hljóðan þá hefur viðkomandi verið staddur við upptak Jórdanár og næri fjalllendi Hermons og við vitum hvar þessi staðir eru. Þetta einfaldlega við norðurlandamæri landsins helga og bara eins og í dag uppi við Gólanhæðir eða þar slóðir þar sem eru nú landamæri gagnvart Sýrlandi og Líbanon og svo að sjá sem hann sé þar í útlegð þannig að viðkomandi ekki, þó því sé stundum haldið fram í henni kunnu babylonsku útlegð, heldur miklu fremur útlegð í eigin landi, þó að mörgum landamærarna sé. Og það áhugavert og því að það eitthvað sem full ástæði til að leiða hugan að líka í okkar samhengi að fólk getur verið í útlegð í eigin landi,
bæði þetta innflytjendur hjá okkur en jafnframt bara þau okkar sem að búi hér alla tíð sem Íslendingar geta upplifað þetta mjög sterkt á þann veg og dæmi höfum við ljóðskáld sem hafa ort þannig, við kemum betur að því og eftir, en bara til að skerpa þetta úr Salmi 42 og raunar árita það að Salmi 42 og 3 einn salmur í salmasafninu, þrátt fyrir númerinn 2, í mörgum handritum þetta einn salmur en það er með fyrst og fremst innihaldi sem að tekur af tvímæli það að það er efnislegt framhald algjörlega í 43. salmi og svo viðkvæði sem að er það sameiginlegt eins og birtist þarna í 12. versinu hví ertu böguð sál mín og olgar í mér og svo framvegis. En þarna 7. versið, sál mín begð í mér, því vil ég minnast þín frá Jórdan og Hermónlandi frá Litlafjallinu. Litlafjalli vitum við raunar ekki hvað nákvæmlega, mismor og hebresku, það gæti verið heiti á fjalli en hitt alveg nægjanleg staðsetning. Það gæti verið eitthvað svona eins og smá kögunarhóll við Ingólfsfjall sem að þannig að mér finnst öfugt það sem stundum haldið fram að það sé að býsna augljóst hvar ljóðmælandinn staddur og útlegð hans, hann í útlegð, það leynir sér ekki en svo útlegð í eigin landi. Og þarna vekur athygli eins og oft nú í biblíuna það svona talsvert réttarfarslegt orðalag, lát mig ná rétti mínum Guð, sagt mál mitt gegn miskunnarlausri þjóð og það kemur mikið fyrir hjá spámönnum og í Jóbsbók sem að það rit kannski sem sýnir mestan skyldleika við harmsálmasaltarans og bænin þarna tengist hinum liðna tíma. Þetta höfundurinn greinilega hefur verið hátt settur við musterið í Jerúsalem og minningar hans mjög tengdar því og bæn hans og óskir að komast þangað aftur til fjallsins míns helga, það væntanlega Síónarhæð í Jerúsalem eða Móríahæðin til bústaðar þíns musterið það, svo ég megi innganga altari Guðs til Guðs minnar fagnandi gleði og lofa þau undir hörpuslætti. Og svo spyr hví ertu böguð sál mín. Þannig að hann á þessa glaðværu minningu tengda musterinu og helgihaldinu en aðstæður hans nú í hrópandi mótsögn við það. Nú þetta hefði mátt fjalla í löngu máli en mér langaði að nefna annan sálm sem nú kannski enn þekktari. Við Babylons fljót sátum mér og grétum. Og það, ef hann flokkaður sem flestir myndu taka undir sem harmsálmur, sem setja hann í annan flokk en þá þetta allavega harmsálmur þjóðar eða safnaðar og hann hefur talað til útlág allum tímum. Íslendinga í Kaupmannahöfn meiri séð hefa notuð hann ort út af vestur Íslendingar Stefán G. Stefánsson og ekki hann væri sérstaklega trúaður ort út af þessum salmi. Þannig að hann þjáir og fjallar útlegðina í Babylon, babylonsku herleiðinguna. Þegar við tölum útlegðina í Gamla testamentinu þá það svo útlegð sem stóð frá 586 til 538, býsna vel þekkt þegar Jerúsalem fjall fyrir herjum Babylonum af 586 og drúgur hluti af júdamönnum og íbúum Jerúsalem voru herleitir til þessa stórveldis. En fjarri því allir og harmljóðin svokölluðu riti, 5 kafla rit, lýsir þeim sem að hlutskipti þeirra sem að urðu eftir og af því riti má ráða að það hefur verið að mörguleiti verra. Og þetta gæti þó við ég hef ekki treyst mér til að aldursgreina Salm 42-43, þá ekkit óeðlileg ágiskun að sá ljóðmælandi sem þar talar og staddur við Hermon og við upptök Jórdan. Hann hafi verið einn af þeirra fjölmörgu sem einfaldlega flúðu Jerúsalem, eitthvað út á landsbyggðina og staddur
vissulega innan í eigin landi en í umhverfi sem honum fjandsamlegt og með öllu ólíkt því sem hann átti að venjast í Jerúsalem. En þessi þekkti sálmur sem ég hefði gjarnan viljað dvelja lengur við og verðskuldar það að hann hefur stundu verið nefndur sálmur tveggja borga. Hann fjallar annars vegar sem mikinn söknuð og þrá eftir að komast til Jerúsalem úr babylonsku útlegðinni og svo aftur heift og hreinlega hatur í garð Babylóniumanna og raunar Edomíta einnig. Og hvers vegna Edomíta? Jú, þeir voru frændur Júdamanna og Ísraelsmanna en komu þeim, í stað þess að koma þeim til hjálpar við fall Jerúsalem, þá gerðu þvert á móti að notfæra sér neyð þeirra. Þarna með langar mig aðeins að tengja við að þessi sálmur við Babylonsfljót sátum mér og greitum hefur gríðarlega mikið notaður í list og menningu, tónlist og málaralist og Valdimar Brím okkar, það er engin vafa á því, séra Valdimar Brím, vígslubiskup á Stóranúpi, engin Íslendingur hefur ort eins mikið út af Biblíun og hann Biblíuljóð 1 út af Gamla testamentinu 1896, Biblíuljóð 2 út af því nýja ári síðar og svo Davíðsálmar allir 150 1898 en hann orti hvorki meira né minna en 3 sinnum út af þessum sálmi og eitt einna athyglisverðast það fór svo hann misti eiginkonu sína og son með tiltölulega skömmu millibili og það var til þess að hann hætti að yrkja sagði það og stóð við það að hann gæti ekki ort svo voru vinir hans í Vesturheimi sjálfur kom hann aldrei til útlanda að bíða hann ef það geti orðið til að létta á sorg hans að yrki eitthvað í þeirra tímaritum fyrir vestan. Þá orti hann út frá Salmi 137 bara rétt til að skýra það að hann gæti ekki lengur ort. En raunverulega færði nú sönnur á hið gagnstæða því það var svo snildalega ort. En þá var hann eiginlega leikið út af orðum sálmsins að enginn getur ort í framandi að lofa Guði í framandi landi og hann hinn látna eiginkona hans verður Síón við fljótið ég sit hér með söknuð og þrá og sorg býr í hjarta minnist ég Síón þó elskuð á svo indala og bjarta og þessi mjög svo afkastamikla sálmaskáld já, kom ekkert frá honum í nokkur ár en svo þegar hann kom með biblíuljóð á nýjan leik hver skildu þau hafa verið og það segir sína sögu jú það voru ljóð út af Jobsbók 1908 og Jobsbók nú oftast sögfjalla þjáningu hins réttláta manns og þetta verður að vera stutt hér í lokin hér vil ég nefna til sögunar Salm 88 Ég hef sjálfur satt að segja að upplifa það 2 sinnum og það vil til að ég þekki þennan sálm allvel að ég spurt mannesku öðru tilfelli var það raunar útlendu prófessor kollega minn sem var nú bara svona að spyrja kumpánlega hvernig hann hefði það og ég sem sé 2 fengi svarið mér líður eins og ég sé í Salmi 88 og þekki maður þann sálm eins og ég geri þá hefur maður fulla ástæðu til að hafa áhyggjur af þeim manni sem þannig tali að hann líki sér við. Þetta mjög bölsýtt sálmur. Harmsálmar saltarans eru nefnilega þeirra gerðar og því leyti nafnið harmsálmur dálítið villandi að þeir enda yfirleitt undantekningarlítið á fullvissu bænhirslu og jafnvel á lofgjörðar línu En þessi gerir það svo sannarlega ekki, það svartnæti allt í gegn, þú gert vini mín á vandamenn, fráhverfa mér, myrkriðin minn nánasti vinur. Þannig endar sálmurinn og þannig það ekki vonarglætar í honum og það var fyrir nokkrum árum sem að einn af nemendi mínum vann að rannsókn þessa sálms og þann komst í hendur geðlæknis á Landspítalanum
og ég fekk í hendur þunglindispróf í tengslu við það, kennt við bekk, hefði aldrei heyrt það áður og þá var til þessi hugmyndum að láta einfallega Salm 88 gangast undir prófið og geðlæknir þessi var alveg sammála að orðalag salmsins væri nægilega sterkt til að gera það og niðurstaðan var svo að salmaskaldi greindist með þunglind á mjög háu stigi og það var satt að segja, fannst mér mjög athyglisvert að þetta væri að gera þetta með texta sem væri 2500 ára gamall eða svo. Nú niðurstaðanar og þessu spjalli eru þá þessar að salmi 42-43, persónulegasti salmur Saltarans, hann lýsir harmi útlegðar í eigin landi við norðurlandamæri landsins helga. Salmur 137, hvor texta aldursgreina hann, þannig að hann er til orðin rétt eftir að útlegðinni lýkur, 530-520 eitthvað svoleiðis, og salmur 88, bölsýnasti harmsalmur Saltarans, hefur fengið þá greiningu á Landspítalanum hér í borg að höfundurinn sé með þunglinda mjög háu stigi. Mér finnst að salmanni 3 verði þannig nálegar okkur í tjáningu sinni á samanlegri þjáningu, útlegðar og einsemdar og í þannig fullt erindi inn í sálgæslu umræðu guðfræðinnar okkar tíð. Takk ykkur fyrir.